Þessi áfangi einstæður. Það mjög gaman að taka þátt í svona verkefni. Þau áttu hugmyndirnar, þau framkvæmdu þær, þau skipulögðu þetta hóf hérna, þau gerðu þetta allt saman. Mjög vel tókst til hjá nemendum í námskeiðinu Samvinna og árangur. Þeir söfnuðu yfir 15 milljónum sem runnu til sumarbúðanna í Reykjadal, en þar dveljast árlega 300 fötluð börn á aldrinum 8 til 21 árs. Við erum mjög ánægð með árangurinn, hann fram á björtustu vonum. Þetta búið að vera svo gefandi fyrir okkur og við höfum lært svo mikið af þessu. Þetta var náttúrulega bara, okkur var í rauninni bara hreint út í djúpulaugina og við bara í rauninni gerðum það sem okkur fannst við þurfa að gera til þess að gera þetta sem best. Þetta náttúrulega ólíkt öðrum fögum, til dæmis í háskólanámi, að því leytinu til að þarna erum við að gera hlutina. Við erum ekki bara að tala þá, við erum ekki að lesa upp úr bók, heldur erum við að framkvæma. Við erum að fara út og við erum að eiga í samskiptu við fólk og svona stjórnendur hinna fyrirtækja og annað þess aftar. Þannig að þetta mjög svona praktísk vinna sem nýtist fólki bara í daglegu lífi. Og því leytinu til þetta ólíkt kannski öðru námi. Og þar af leiðandi mjög gagnlegt af því að maður að læra að gera. Og það auðvitað alveg frábært. Það styrkir tengslanetti líka mjög mikið við atvinnulífið. Maður að hitta hana fólk út allan bæ og þetta bara búið að vera, þetta rauninni búin að vera bara algjör business fyrir okkur. Bara búin að læra þvílíkt af þessu. Bara markaðssetning og allt svoleiðis. Þetta margt sem við erum búin að læra mikið en svo einhvern veginn kemur að því að maður þarf bara í alvörunni að gera þetta. Þá bara náttúrulega lærir maður mest að það alltaf learning by doing virkar bara best fyrir mig allavega. Já, algjörlega. Og það auðvitað hver og einn að taka sitt út úr þessu. Sumir eru vanir svona vinnubrögðum og aðrir ekki og fyrir marga var það mjög mikil áskorun að fara og tala við fólk sem það þekkir ekki og biðja stuðning og styrki og annað þess aftar. Á meðan að svo eru aðrir sem eru bara vanir því og voru þá kannski að læra aðra hluti og líka bara samstarfið í hópnum. Þú kemur inn í 30 manna hóp af fólki sem að þekkist lítið eða ekkert. Og ég held að það hefur verið eiginlega lykillinn að þessu verkefni að það tók svona vel til að við ákváðum strax, þó okkur væri skipt upp í hópa, að fara að vinna saman og svona samræma okkar vinnubrögð og heildarútlit átaksins og ég held að það sé engin spurning að einmitt samvinnan hafi skilað þessum góða árangri. Þetta námskeið svona viðleitni þá áttina að tengja þetta betur saman og leyfa fólki nemendum að vinna raunhæfum verkefnum í atvinnulífinu eins og þetta var raun og veru. Þessi fjáröflun gekk út á það að þau þurftu að setja sér markmið, farið það að markaðsetja það, pitcha hugmyndir og koma bara með alla þessa viðburðarstjórnun. Þannig að þetta var bara ein stór tenging á atvinnulífið að mínu mati. Við þurfum að tengja bæði saman fræðin og praktíkinni, svo má segja, og fleiri fög og fleiri kennarar og fleiri deildir mættu hugsa það hvernig getum við gert þetta ennþá hagkvæmara út fyrir nemendur þegar þeir fara sinna vinna í atvinnulífinu og þurfa að tengjast því líka í námi. Hugmyndin á námskeiðinu kemur raunni frá Bandaríkjunum. Ég var þar sjálfur í námi og tók svona svipaðan áfanga að einhverju leyti og upphaflega hugmyndin kemur úr sjónvarpsþáttunum The Apprentice, eða lærlingurinn með Donald Trump. Að þá hann að taka saman ákveðið fólk, skiptir þeim upp í hópa og þau eru að vinna að verkefnum. Og það var dálítið meiningin mér hérna að búa til þessa litlu hópa og leyfa þeim að kljást við ólík verkefni sem þeir myndu sjálfir stofna til. Þannig að það var svona upphaflega hugmyndin. Svo hefur þetta algjörlega snúist í höndunum á mér, svo má segja. Það er í staðinn fyrir að vinna í litlum hópum, bara vinna þau saman í stórum hóp. Og ég er ekki að reka neitt svoleiðis, en þau eru einmitt að þessu að búa til þessa viðburði. Þannig að það er upphaflega hugmyndin og bæði líka að tengja atvinnulífið með að fá tengiliður atvinnulífinu, 5 mikilvægar tengiliðir sem þau geta pitsað hugmyndirnar og talað er þetta góð nálgun eða getum við gert þetta öðruvísi og svo framvegis. Við erum auðvitað bara heiminsæl með þetta verkefni. Þetta að skila okkur auðvitað fjármunum úr þessari söfnun, en ekki síst líka bara fylgirsákveðin vitundavatn þar sem almenningur fær að kynnast Reykjadal og átta sig bara á því að hann sé til og stöðufallara barna. Þannig að ég tel að þetta framtak hjá þessum nemendum, það er alveg stórkostlegt líka bara til þess að vekja athygli á stöðu fallara barna og bara Reykjadal og þessar starfsemi hérna sem náttúrulega alveg einstök.